Bless og sæl og verið velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guðrýður heiti ég og með mér ávallt er Óli Hjörtur Ólafsson. Hæ. Hæ Óli minn, hvað segir gott? Ég er bara hress. Já. Hérna erum við í samstöðinni, svo lekkart hérna. Við erum stödd í samstöðinni, en það skal tekið fram að við erum í nánu og djúpu og hlýju samstarfi við Bíóparadís. Deep inside. Já, deep inside og sem ég myndi segja heimili kvikmyndana. Jú, mikið rétt. Og heimili bara fólksins í borginni. Rosa gott að koma að Nóli. Þetta er cozy times. Þið er búin að gera þetta svo fínt. Takk eskan, takk fyrir það. Og poppið einhvern veginn alltaf svo ógeðslega gott. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en ég ætla eiginlega bara að segja bara popp í bíónu, Bíóparadís er bara besta poppið. Akkur verður leiðilegur til dæmis að segja? Nei, ég bara, þú veist, vill ekki vera eitthvað að hérna setja út á hinn bíóin, en in a way er ég að því, sko. Þeir salt ekki nóg, þetta er bara eins og bara pappi. Má ég samt segja, með saltið, sko. Já. Þeim til varnar, af því að nú ætlum ég að sko reyna að getum ekki alveg skotuði niður, af því þau eru þó allan með popp, þökkum fyrir það, en þau eru með saltstauka á borðinu, sko. En þar með líkur sko því að því að þið í Bíóparadís, þið bjóðuð upp á úrval, ekki bara salt, heldur alls konar gúmulaði. Hokkjupulver, Oreo, sem er bara snilld, og kanil. There we go. Kanil. Það er mjög gott, sko. Ég læt kanil út á raunverulega allt, en ég hef ekki prófað það á popp. Nei. Spurningum að tjekka á því, Natalie. Já. Smá cinnamon, popcorn. Ég set cinnamon út á allt. Ég reyndar, sko, ég var alveg til í svona smjör, svona Amerískt, það er hvað. Þegar síðast ég fór í bíó í Ameríku. Hello, extra please. Ég var öll úti, ég var svona glansað öll. Þannig að ég var að koma úr nutti. In the face. Þetta var ógeð. In the face? Skilur, ég var öll eins og ég var bara olíuborin. Bara thank you for the movie. Á hvaða mynd fyrst á? Ég tók ekki eftir. Ég var bara að borða popp. Varst það við hér? Þeir bjóðu bara smjör, en ég meina það er ekki hollt. Nei, það er 0 hollt, sko. En ég meina, þú veist, það að fara í bíó er ekki sérstaklega hollt skemmtur með það nammi og ís. Þú ræðu því? Já, þú ræðu því og þetta, já. Ég, eftir að, eins og við höfum rætt og ætlum ekki aftur út í það, en eftir að ég dró í land með mig og mitt hömlulausa át á sykri og svona, þú veist, þá er ég alveg búin að vera að fara í bíó og bara ég vil fá mig soda, skilur? There we go. Kannski einn mið, popp og eitthvað svoleiðis, bara temmilegt og ég kem ekki út þú veist, á sjúkrabörum, fattar við? Þannig að þú veist, það er allt hægt. En ég meina... Sá því anda verið borin út á sjúkrabörum út. Ég er svo þakklátt fyrir, veistu það, eftir nefnilega því þeir eru búin að bæta aðgengi fyrir stóla, sko, þannig að þetta rúlla manni út. Ég hef oft hugsað, sko, maður má ekki segja þetta, en þú veist, ég alveg tala, það er alveg moment sem ég hef þurft á slíkri aðstöðu að halda, sko. Verið að rúlla þú út, en ég meina, þetta er ástæðan. Akkur til dæmis þetta lyf Ozempic er svona vinsælt. Herðu, ég var hlusta nefnilega viðtal. Það er maður sem er að skrifa bók og er nýkomin út sem heitir The Magic Pill. Hann heitir Johann Hari. Ég var hlusta viðtal við hann. Og hann er sjálfur að taka þetta lyf Ozempic. Hvað sagði hann heiti? Johann Hari. Johann Hari. Ég held hann sé fellow gay guy. Já, ok. Allan að hljómaði svolítið... Fellow queer, wink wink. Já, hljómaði allan að, þú veist, whatever, skipt náttúrulega engu máli, en hann var allan bara svo hress, sko. Og hann var að segja það sem ég áttaði mikið á með þessi lyf, af því að við höfum bara verið að tala um eitthvað að sprauta sér bossan og bla, að, sko, ok, ég ætla aðeins út í mataræði, við erum komin hingað. Ok. Af því ég var ekki búin að átta maður þessari tengingu sem hann var að segja, allan með amerískt mataræði sem á bara við í raun og veru svona óhollt mataræði, að því að það var ekki rannsókn á rottum, sem sagt, að þau bara, það var þeim voru gefin, bara venlulegu matur, bara allir fæðuflokkar, en engin óhollasta, engin sykur og þetta djúpsteikta og svo transfitur, og þú veist, allt í góðu með það, svo fengu þær svona skyndibita mat, eða skilur sykur og transfitur og allt það, og þær gjörsamlega mistu vitið. Það styrluðust og þær gátu ekki hægt að borða og þær borðuðu náttúrulega yfir sig
og svo var þeim aftur gefin venjulegu matur, það var, þú veist, og þá heldur að þau myndu borða bara jafn mikið af þeim mat, þau vildi ekki sjá hann. Já. Þannig að það er eitthvað í þessum mat sem að sömuleiðis gerir það að verkum að það er búið að breyta efnafræðinni innan með okkur, mönnunum, sem gerir það verkum að við verðum ekki södd, við finnum ekki svona tilfinningu að verða södd. Og það sem að hann var að segja með þetta Ozempic-lyf og með þessi lyf sem ég vissi ekki, er að, og ástæðan fyrir okkur þetta lyf virkar, er að þú byrjar að taka þetta lyf, að þá í raun og veru snýr það við þessari þróun og þú aftur finnur fyrir söddunni. Ég skil þig. Skilurðu? Þannig að þú kannski, og þú borðar þar leiðandi miklu minna. Þannig að þú veist að það er náttúrulega ástæðan fyrir þessum faraldri er að þú ert hömlulaus, þú ert botlaus, þú veist það er engin stoppar á þér af því að þú veist þú ert búin að fá þér sko eina turbomáltíð en samt langar því eftir rétt og svo ertu aftur og svangur kannski eftir klukkutíma, fattarðu? Þú veist, þú ert aldrei komið nóg versus, þú sprautar þessi bossan og tekur þessi lyf og þá allt í henni bara heyrðu nefnist ég bara, takk fyrir mig, ég er góð, eða þú veist, þú getur ekki klárað, fattarðu? Sem eru góðar fréttir fyrir bara heilsu fólk sem er að gera þetta svona, sko, og það er ástæðan fyrir okkur. Þú varst að senda mér einhverja myndum af öllum sem skvísum sem eru byrjar að taka þetta. Já, ég sendi það á Instagram, var það ekki hún hérna Osborne mamman, Sharon. Já, og Kelly líka. Hann var nú Kelly sem kom mér á kanilinn á sínu tíma. Kelly Clarkson? Kelly Osborne. Hún er búin að vera að díla við þyngdina. Hún er búin að vera jójóa. Eins og ég og Oprah og fleiri. Og ekki allir að dæma það. Nei, ekki að dæma. Og það fyrir löngu ég sagt þér þetta, en þú veist, þá var hún að tala um kanilinn, hann hefur svo góð áhrif á blóðsykurinn. En það virðist ekki hafa virkað, af því að hún er Ozempic og er bara að njóta. Melissa McCarthy, grínleikona, sem er ógeðslega fyndin. Hún er einu uppáhaldsleikonum mínum. Hún er geggjuð. Hún er æði. Hún lítur bæði sjúklega vel út. Hún er á okkur, þú veist, hún er bara lítur rosalega vel út og hún og maðurinn hennar til margra ára voru eitthvað bara að pósa daginn á Instagram og vera sæta á því. Kemur ekki eitt stykki Barbara Streisand inn á leikvöllin sem að kommentera, sem er ekkert mikið á samfélagsmiðlum, bara eitthvað I love that photo, are you doing Ozempic? Og það var allt vitlaust. Þá fattar hún ekki alveg, ok, elsku Barbara, en alltaf 80 plus, eða skil, hún fattaði ekki alveg að, þú veist, þetta er ekki DM, þetta er bara public og hún er Barbara Streisand og hún er legend. Boomer. Sorry. Þeir oft fatta ekki svona hluti. Og hún eitthvað, sorry, ég fattaði ekki að, það var allt vitlaust. En ég meina, Melissa tók þessu bara sem hrósi, skilur, þú veist, hún var bara eitthvað, svaraði DM, en þú veist. Mér veist Melissa McCarthy alltaf lítið vel út. Hún er bara sjúklega fyndin. Hefur þú séð Can You Ever Forgive Me myndina með henni? Can you ever forgive me? Can you ever forgive me? Ég mælt með henni í þessu þættu, sko, þessa mynd. Er þetta ný mynd? Nei, hún er síðan 2018 eða eitthvað. Hvað er að gerast í þessari mynd? Þá sem sagt er hún svona rithöfundur, down on her luck og fer að ljúga til geggjuð. Hún er geggjuð? Hún er geggjuð. Já, ég er búin að sjá það mynd. Hún hefði þetta að fá eitthvað skona styttu fyrir þá mynd. Hún fór tilnefnd. Vissi það. Það var geðveikur leikur. There we go. En við vorum að tala um þetta Ozempic og andlit að nú er talað um ángríns, þú sendir þetta á mig. Mér varst bara ekki að fyndið eitthvað. Já, en ég er bara að segja, þú veist, að ég er ekki að gera grína þessu. Nei, ekki heldur. Alveg ekkert af þessu. En þú veist, þá er talað um að fólk fá svona Ozempic andlit. Því þá er það svona kinnfisk og sogi. Já. Það jafnar sig, hlýtur að vera. Já. En ég meina, þú veist, ertu þá bara úða í þig hver einasta mat, þú ert síðan bara sprautaði bossan. Það er bara málið, þú ert ekki lengur að úða í þig. Þú ert bara orðin hófsmanneskja. Þetta lyf gerir þig að hófsmannesku. Þetta lyf gerir það verkum að þú færður á diskinn og þú klárar öllu líkindum ekki. Þú bara færður að borða, svo bara, heyrðu, líkaminn er búin að segja stopp, ég er búin að fá nóg, takk fyrir mig. Já. Og það er þessi stóra breyta í þessu máli. Og mér fannst svo áhugavert, ok, við ætlum ekki, sorry, á þetta breytist ég svona heilsupodcast, en ég er samt að segja að það sem mér fannst svo áhugavert að við, sko, þennan þetta ameríska fast food mataræði breytir efnafræðinni þannig að þú verður ekki sött eða sattur, eða satt, þú veist, þannig að
það er eiginlega smá sjokkar, sko. Síðan er ekki svo galið að ok, ég er ekki heldur að beina þessi heilsupodcast, en síðan náttúrulega óhollu matur er ódýrar en hollu matur, ef þú spáir þá er mína krónuna bónus og in all them stores, ef þú spáir þannig að það er auðveldara að bara ég gríp bara pítsu á 600 kall í staðin fyrir æfatturu. Carbs. Glúten, takk. Talandi glúten, er ekki Íslendinga með eitthvað svona með Dominos áti, varst ekki að segja með það? Jú. Heimildin tók eitthvað svona stöðucheck á Íslendingum með Dominos. Já. Og í ljós kom að þetta var bara eitthvað, við vorum að spyrja til tilboð. Þriðjudagstilboð er solid. Þriðjudagstilboð, já, solid og líka megavika. Já. Vistu það, Dominos er bara rosa duglegir að auglýsa sjálfur sig. Þeir mega eiga það. Já. Pínu the devil, verða viðurkenna. Hvað er djöfulegt við það? Er það glútenið? Er það carbs? Það er það. En ég meina, Dominos þetta er bara pizzafyrirtæki. Ég veit það, ég pantaði með Dominos núna helgina. Og hvernig leður í mallanum? Ekki vel. Nei. Þetta er miður og ég fekk með pönnupítsu. Akkur gerður það? Sorry, ég er bara vani. Mér finnst pönnupítsu svo góð. Ok. Ekki, Óli, það færðu pönnupítsu, en ekki illt í mallan. Ég veit það. Þannig ég fór aðeins að endurskoða þetta. En þú veist, síðan var líka vinsælsta pítsan var vist meat and cheese sem ég skil ekki af hverju fólk pantar. Ég skil það. Skilurðu meat and cheese pítsu? I get it. Hvað er það? Ég skil ekki. Hvað er það? Þetta er bara allt sem að má í raun og veru ekki borða saman komið á þú veist, obbaka brauð. Þetta er glorious, sko. Þú veist, þetta er bacon, pepperoni, margar tegundur osti og þú ert bara talandi olíuborin. Þú ert bara Þegar ég var, sko, horfandi framhjá því að ég mætti ekki borða, þú veist, svona. Og þegar ég var enn að leyfa mér bara svona dót, sko, þá fannst mér alveg gaman að fá með meat and cheese, sko. Ekkert oft, af því að ég fekk svo brjála slílt í magan, sem kom svo seinni í ljós að það var bara góð og gild ástæða fyrir því. En þetta, ég skil vel að þetta sé vinsæl pizza. Þetta er alveg næs, sko. Þannig, en maður fær illt í mallan. Já, ég fekk mjög mikið illt í magan, verða að segja. En já, þetta er ódýrari yfirleitt, samt Dominos er nú ekkert eitthvað ódýrt, Nei, ég veit sko. Ég borgaði þess fyrir 12 tómum pítsu og gos og síðan fekk ég svona brauðstangi með. Ég held ég að borga, hvað var það mikið? Ég var alveg, oh my god, 5 og 5. Þetta var tilboð. Einhver enn og einnkoma nú. Ég veit það. 5 og 5? 5 og 5. Ég finnst það til dæmis ekki ódýrt. En málið það er dýrt, ég ætla bara að segja það, en mér finnst samt sko eitt með Dominos og þeir með eiga það að ég smakka Dominos í útlöndum, það var ekki eins gott. Ég veit það. Það var bara langt frá að vera eins gott, sko. Ég held þeir að tala það að Dominos er best á Íslandi, sko. Hvað við? Það er bara bestu pítsunar af Dominos keðinni séu á Íslandi. Af Dominos yfir höfuð í heiminum. Í heiminum, já. The world. Já. Það sé besta á Íslandi, sko. En þeir náttúrulega bara eiga bara markaðum, sko. Pítsan, hefur pröfað pítsan? Já. Það er alveg næs. Ég mæli með það. Ég prófaði það. Keto version? Keto version, ok. Ég prófaði það var næs. Hver er bara pítsan? Hvað, ef þú myndir fæða pítsu? Ég er hægt að borða pítsur. Ok, en ef þú myndir fæða pítsu? Vá, það er eitthvað svo fjarr í mér. Ok. Ég bara hugsa pizza og ég strax bara hugrenningatengsli mín eru bara magaverkur, þannig að þú veist Já, ok. En ég meina það væri eitthvað skonar ostapizza. Það er það sama í osti, víst, og það er að hitta á sömu svona, tengingar í heilanum og minnum mig heroín eða eitthvað svoleiðis. What? Já. Eins og samfélagsmiðlar og kókaín, eða símar og kókaín. Ég segja þér það? Ég segja það, þú fær sömu einkenni og þú ert að fáðu kókaín. Þegar þú skoða samfélagsmiðla verður bara á vaktinni að bara upp og niður. Upp og niður, út og kókaður, samt ekki í alvörunni. En er ekki bara að vera að tala um dopamínkikkið? Þetta er dopamínkick, alveg fyrir allan pening. Þú getur nú fengið dopamínkikk úr fleiri en bara doing the devil's dandruff. Já, þú getur náttúrulega bara fengið dopamínkikk með því að fara út að hlaupa eða fara í ræktina eða eitthvað. Sund. Út úr dopamínaður að þig? Já. Flott. Erstu duglegur að fara í sund? Ég fór í sund núna, ekki helgina, ég fór fyrir helgi. Talandi helgina, Óli. Hitti Ír, hún bara helsa. Takk, Límó. Heyrðu, talandi helgina. Já. Þú varst á, þú sagði mér, síðast við hittum, að þú ætlaðir að fara á, Rottweiler tónleika. Destama.
Og hvernig var? Það var geðveikt, ég ekki fan yfir Rottweiler þótt ég þekki strákana. Þótt þú sést rapp-hommi? Já, þó sé rapp-hommi. Hérna, hip-hop-hommin. Hip-hop-hommin, segi ég. Eins og Erpur sagði, sko, en þeir eru náttúrulega algjöra homies, en þú veist, ég ekki heima að skella á Rottweiler hundana í tækið og sem þótt ég sé, þú veist, þótt ég alveg, þú veist, ég stend með mínum mönnum. En þú myndir heyra það kannski á djamminu, þá myndir alveg já, allir að fá sér jú, allir það er með þeim og hérna, þetta var þannig ég var að vinna sem barþjónn sem endaði með því að ég var ekkert barþjónn það var svona já, það var eitt svona svæði þarna sem var með svona hérna, hvernig ég útskýri þetta svona stóri spjaldi og svona lætauðlýsing og svona gat í hérna miðjunni. Það var svæði með stóru spjaldi sem stóð light og það var gat í miðjunni. Var þetta gat ofarlega niðarlega? Ofar. Ok, var þetta andlitsgat? Nei, þetta var ekki andlitsgat. Fyrir hvað var þetta gat? Þá sem sagt, hérna fékkstu bolta og þú ættir að reyna að hitta í gatið og ef þú hittir í gatið þá fæstu frían bjór. Og ég var bara hérna juggling them balls og var bara eitthvað, hver vill spila frí bjór og fólk tók svo leiðis vel í þetta og þetta var bara drullu gaman. Varst þú bara deep in balls á þessum tólungum? Deep inside them balls. Wow. Það var bara þannig. Og fólk að hitta? Fólk var að hitta mjög mikið, sko. Ok. Mjög dögulegt. Fólk var alveg svo rosalega mikið á skallanum. Það? Já. Þú veist, ok, segðu mér allt. Var mikil ölfun? Mjög mikil ölfun. Mundirðu klukkan hvað byrjuðu þessu tónleikar? Mér rámar, sko, húsið opnaði klukkan 6 að mér rámar og þeir fóru suðu klukkan 10 og 10? Já. Skrítið að fólk að vera á skallanum. Já. 4 klukkutíma. Þetta kom á skallanum fyrir, sko. Allt í einu, sko, þú veist, þetta gerst bara svona á bara, þú veist, no joke, á 3 mínútum fylltist höllin. Það voru 5.500 manns. Og sorry með mig, ef ekkur hérna er starfsmaður hjá Laugardalshöllinni, er eitthvað yfir þar, nei, gjör svo vel að taka klóstmálin í gegn og nenni að kaupa fatahengi. Takk fyrir pent. Býttu, er ekki fatahengi í Laugardalshöllinni? Nei, það er ekki fatahengi. Það var allir bara, getur ekki jakka með mér. Ertu að grínast? Nei, ég kenni höllinum þetta. Þetta er skandall. Manstu í, var nokkuð fólk að setja svona jakkana í miðjuna og vera að dansa í kringum jakkana. Maður hefur nú lent í því. Það er ekki fathengi. Þeir gera svona hringur og fötin í miðjuna bara. Ég held að það hefur verið nokkur þannig inn í höllinu. Þetta er risa skam á höllinu fyrir þetta. Já, þetta er höllin, sko. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki pró. Þetta er ekki pró og við erum að tala um það að sko, röðin á kvennaklósti löng var, ég var aldrei síðan langaður röð á klósett ever og ég er ekki að djóka, hún var svona halvu kílómetra, þetta var fárlegt. Akkur stendur ekki svona miði bannað að spjalla, bara get in, get out. Já, náttúrulega, veist. Skvettu úr skvísinu og get out. Ói, Natalie, óheifluð. Eitthvað verður maður að segja. Já, eitthvað verður maður að segja, já. Ekki hægt að halda fólki, veist hvernig þetta er eitthvað, þegar við klóstu þessu bara, veistu búin að sjá þarna, bara fyrir ekki það er röð út á götu. Já, það er röð út á götu. Ásvöstu, ég er ekki að djóka alltaf, ekkert alltaf, en það er á svona mómentum sem ég hugsa alltaf bara þvagleggur. Ef ég er að hugsa núna út fyrir kassan, djamleggur, í alvörunni. Hvert djamleggur? Þvagleggur, nema þú ert með hann á djamminu, sleppir við allar raðir, svo bara er ég aðeins að losa úr pókanum, svo ertu bara living your best life. Okay. Ég held að þetta sé hugmynd. Okay. Og ég vil fá einhvers konar copyright tekjur af því þið eruð að heyra þetta fyrst hér. Djamleggur, ég held að þetta sé eitthvað. En er það eitthvað, ok, núna ætla ég að fara lengra með þetta, en ef að fólk þarf að gera númer 2, er það eitthvað sem þú átt að klára það, skilurðu? Já, þú getur að klára það fyrir. Þú tekur tvistinn heima hjá þér og bara höldum þessu light. Okay. Ángríns og þegar maður fyrir á djammið og lappar inn og bara er það djóka? Guys! Það er það versta. Við erum alveg sammála um það. Það er hrikalegt, það er viðbjöður. Tvistið heima og bara ásinn í bænum, sko. Jesus, sorry. Þú veist. Það er svona, ætti að vera svona, þú veist, þetta eru þessar óskrifu reglur samfélagsins. Í menningarsamfélagi, þá þetta vera, held ég bara, ekki nema þú skilur hafi verið á einhvers konar exotísku veitingastað eða einhverju pop-up og alltaf hefur farið í vol, þú veist, fæn, en bara svona, hugsa, skilur, gerum þetta svona skipulagt.
djam, nú er að koma sumar, nú er meira djam en venjulega, hugsið þetta, my guys. Myndir ekki segja þetta? Jú, þetta eru bara góð ráð. Þetta eru bara ráðleggingar. Þetta eru bara ráðleggingar út í sumarið. Já. En aftur á djamlegnum, ég held að það sé eitthvað. Herðu, ok. Festir þetta svona utanum, sko, ég myndi segja ekstra á læri. Festir þetta utanum þig? Óli, þú veist hvað þvagleikur er? Ég veit hvað þvagleikur er, klárlega. Hvað ætlar að hafa á pokann? Já, ok. En, þú veist, hérna seldi mér þetta, þú veist, útskýrta eins fyrir mig. Ég bara segja, þetta er bara þvagleikur nema þú ert með hann á djamminu. Ok. Sleppur öllum þessu raða, closed business og er bara doing your own thing. En hvað myndir losa hann? Getur gert það hvar sem er. Það meina ég sko í næsta holræsi. Já. Eða einmitt bara þá tekið eitt gott rönn á klósetti, losa pókan og það er fyrst og síðasta skipti sem þú ferð það kvöld sko. Ok. Þannig ég held að þetta geti verið mjög góð hugmynd sko, fyrir þá sem ætla að taka langt kvöld sko. Ok. Þarna er ég að hugsa sko dömurnar. Já, strákarnir, við erum inn and out sko. Strákar eru bara inn and out operation. Og þið þurfum ekki að, þetta er ekki svona mikið vesen fyrir ykkur sko. Nei, þetta er ekki vesen. Þannig að ég er að hugsa við erum ekkert eitthvað til á klóstinu, sorry, það er bara þannig. Þið eru ekki að taka trúnó. Nei, við erum ekki að taka trúnó, eins og stelpur erum ekki að mála okkur, stelpur eru bara mjög lengur. Samt fannst mér strákar alveg núna farin að mála sig meira. Já, reyndar, þeir eru það sko, naglalakk. Ég fagna líka. Mér finnst alltaf gaman þegar sér strákar með svart naglalakk. Ég er mér smá hot. Mér finnst það bara mjög hot. Mjög hot. Þú veist. En hérna, aftur á tónleikunum, þá var þetta bara flott og hérna, það var svo geggja, náttúrulega ég vann á prikinu svo ógsta lengi og svo gaman að sjá prikbarinn á sviðinu. Mikið fótbolta var þetta flott og vel gert. Er þetta gamli prikbarinn eða hvað gerðist til það? Þetta var eins og... Þau fengu þess að, hérna, þau byggu bara til nýja prikbar en ljósakrónurnar voru úr gamla prikinu, það kom nýja ljósakrónurnar á prikinuna. Já. En hérna, detailarnir voru svo on point. Einmitt. Og hérna, við erum að tala um það að ég fyllti á hana bar. Já. Sem var á sviðinu, ég átti að vera á þessu bar, en síðan... Hver var á barnum? Bara DJ-arnir og Finni var líka barnum okkar maður Finna og Jeff, shoutout á Jeff Risa shoutout ok, side track hann Jeffrey Huntington Williams ég var að ræða hvað hann lítur vel út drengur algjör hann í bú, ég var að tala á hann halda áfram herru, sko detailarnir á þessu bara voru svo rétt að hérna því ég var á prikinu það var svona sígarettu dispenser og svona tré sem á íslensku sjálfsali sem svona hann var búin tré og já, þú lyftir upp ég reyna að átta mig á þessu ég hugsa bara í hérna ennsku þú lyftir upp og gast tekið þetta var svona rekkar með hverju tegund fyrir sig gast tekið út til að fá salin lætsjáður takk salin læts og þetta var koma sumar, sorry þegar ákveði salin læts búið bannar já, reyndar herðu, og hérna þetta var þess að sígarettur hérna sjálfstæðin sem var á prikinu og það var alltaf svona miði á því sem stóð það var enginn að fá sér síkó nei en hann var sérst á þessu bar og það var alltaf svona miði sem stóð það er stránglega bannað að skrifa sér síkó og þetta var miðin sem var þar og það var Finni hann geymir allt hann á allt þetta eru minningar memorabilia þetta var ógeðslega flott hjá krökkunum Jeff og Finni stóðu sér svo hitjur ég get ekki smá flott en ég er enn að ná utanum Rottweiler og höllin það er stórt jeps, það var 5.500 manns Natalie 5.500 það er til hamingju my guys ég sá að Bassi Mirage tók lagið í hælum og korsurættu geðvegt talandum bara mála sinna klósti hann gerir það örugglega bókað hann er geggjaður hann er rosa flottur strákur hverju fleiri voru Birnir hitað upp fyrir ég var krúsið hann líka Danny Deluxe fullt að liði þetta var Danny Deluxe þetta var Danny okkar maður ég heyrði honum hann var að fara við málunum daginn í morgunútvarpinu og ræða átökun milli Drake og Kendrick Lamar hvað var hans teika á þetta? hvað sagði hann? hann var bara að fara yfir þessu sögu og ég meina það er ekki þetta að vera með neitt teik annað en þetta er bara sturlurugla þetta er bara gufurugla dæmi sko og svona lýsa einmitt þessum svona hvernig þetta byrjaði og hvert þetta er komið núna og hvað er komið mikill svona hiti og æsingur í leikinn sko hann er gaman að heyri honum þar sko ok, geggjað þannig að þú ert bara ég er sáttur ánæður með helgina síðan hina dagana var ég bara það var náttúrulega löng helgi hina 3
laugardag, sunnudag og mánudag var ég bara chilla grimm. Já, maður þannig alltaf bara að slaka á eftir svona dæmi, sko. Ég var ekki alveg að kveikja á perunni að það væri hvítasunnuhelgi, eða sem sagt hvítasunnudagur. Ok. Því venjulega er sunnudagur bara svona, frekar bara easy going dagur, eins og við vitum. Já. Svo var bara rosa mikið læti á sunnudeginum og ég allavega skynjaði bara, heyrðu, það er einhver ekstra mikil víbringur hérna í loftinu, sko. Ok. Svo var fólk eitthvað öskrandi og gólandi og fattaði að það var alltaf bara djam. Jam. Ég sá nokkur tóku þarna bara held ég alla dagana, sko. Ég veit ekki hvar þau eru í dag, læstir hliðlegu, en ég er samt að segja bara, já. En nú, maí er svolítið mikið, var svolítið mikið frídagur. Nú er það búið. Nú er það búið, það voru rosalega mikið frítöðum núna, akkurat í maí og apríl. Akkurat milli, sko, júní og páskana er bara billjón frídagar. Já. Ég kvart ekki, ég er búin að vera frí allir þessum dögum og ég er bara having a ball. En nú er það búið. En á móti kemur það er komið sumar. True. Og þá er sumarfrí. Ætlarðu að fara eitthvert í sumar? Þú ert náttúrulega að fara til London. Ég er að fara til London bara núna á föstudaginn. Það verður æðislegt. Það er geggjað. Það er náttúrulega komin hiti á meginlandi, þannig að þú ert að fara í sól og sumar. Óli. Hvað? Þú verður mun eftir sólarvörð. Ég man eftir því. Ég mun til sólarvörðinni. Það er sko... Ekki 10, ekki 20. Ég vil sjá 50 út allan kroppinn. Ég er ekki að djóka. Ég veit að ég nota alltaf 50 í sólarvörð. Það er 20 hiti í London núna, sko. En það er rigning og skíjað. En samt sem að 20 hiti. London er líka svo, England yfir höfuð, er bara svo, þú veist, eins og Ísland, það bara breytist bara veðróttinu bara svona. Það er nefnilega málið með veðrið. Eiginlega málið, já. Það breytist. Við getum alltaf reiknað með því að það er breyting á veðrinu. Við vonum að það verði góð breyting, eða breyting ykkur í hag og verði sólarsamba á London á deginum ykkar. Veistu hvað við erum örgulega að fara að gera? Ég og Rósa á laugardeginum. Hvað? Við vorum að finna, það er svona drum and bass bátur sem verður Bátur sem verður á Times ánni með Ronny Size. Ertu ekki að grínast? Nei, 35 pund, við erum spá að fara. Já, Óli. Það er yfir daginn. Verður nokkuð sjóveikur? Nei. Sjó, eða það svo er. Hefurðu pröfað sjóveikistöflur? Nei. Ég mætti því að vera heima á þessu skóla. En taktu þar með þú allar Ronny Size og bát. Glata að Ronny Size og ælandi. En jú, já. Hvað eru sjóveikistöflur? Það eru svona, ég mætti því að vera heima á þessu skóla. Þetta er árið 1995. Fólk var alltaf eitthvað svona, fáðu eitthvað sjó og bjór. Já, þetta er ákveðið trip. Þú fara offsjónur, tekur óslega mikið af sjóveikistöflum. Hættu. Og þú verður bara svona drowsy, ógeðslega tópar og sér offsjónur. En hvar færðu það annars þar enn í Herjólfi? Getur þú beðið það í Herjólfi? Þú getur beðið í Herjólfi, sko. Eða alltaf síðast í þessu, ég veit ekki hvernig það er í dag, sko. Og varstu bara, fá ég að sjó? Eða hvernig virkar þetta? Ég veit það ekki, þetta er náttúrulega að gera þetta, þú veist, þetta var komið 30 ár sem ég gerði þetta einu kvöldi, þú veist, í heimavistarskóla. Gerður þetta heimavistarskóla? Já, ég var í heimavistarskóla. Og sástu offsjónir? Ég sá offsjónir. Manstu hvað þú sást? Ég var að horfa á plakat af Björk. Já. Og hún breytist í svín, ég man aldrei gleyma því. Ó, guð. Ég veit það. Eins og en hún er nú myndarleg. Já. Herðu, Björk, getur rætt aðeins eitt? Absolutt. Carmen, sjáraði Carmen, hún var að senda mig eitthvað vídeo þar sem hún var með DJ-gig í New York. Já. Ertu búin að frétta þessu? Ég veist hún er að DJ oft, já. Herru, það var eitthvað DJ-gig núna í New York, þar sem fólk borgaði sig inn á þetta $120 og labbaði út mjög ósátt. Já. Frétti ég. Ok. Og það var ósátt af því að... Af því að bara hún bara spila eitthvað rugl. Það var bara eitthvað svona hljóð. Það var ekki tónlist, og það var eitthvað svona... Ég sá eitthvað vídeo og ég hlusta á svona 10 sekundur af þessu og ég heyrði bara, mann hlæja og fullt af eitthvað svona billjón áhorfendur standandi þarna bara, hvað erum við að gera þarna? Já, sko þetta hefur nú alltaf verið hennar stíl. Ég man nú þegar hún greip sko sirkus í gamla daga, aftur er ég komin í sirkusör, en hún var svona farin að líta DJ-borðið hýru auga þá og var stundum að fá að taka svona set, sko. Ég var eiginlega búin að setja bann á það af því hún spilaði alltaf bara 10 sekundur, 20 sekundur og ég var bara listen, ég er að reyna að byggja upp stemningu einna og ég meina þú veist each to its own, skilurðu það var þá, en hún er farin að DJ miklu meira og ég ætla bara að koma henni til varnar núna og segja að ég hlustaði á hún að spila í fyrra sumar á Smekkleysu fyrir það Smekkleysu búðina og svona vitandi
hvað hún áða til að vera DJ Quickskip, spila lítið að lögum og ég svona sem ég gekk út frá því að hún gerði það ekki, hún, þú veist, þetta var eiginlega bara tónlistaferðalag og þetta var brjálaðislega skemmtilegt. Var þetta hefðbundið? Nei. Er Björk hefðbundin? Nei. Þú veist, Björk er tónlistakona, hún gefur sig ekki út fyrir að vera plötusnúður, þar sem að, þú veist, ef að fólk er ósátt við hvernig hún er að DJ-a, þá ætlum ég að segja bara, þú veist, hvað meinið þið? Já. Þú veist, þetta er bara hennar leið, hún er að bjóða upp á upplifun, þú veist, þetta er, og ég menn þetta er Björk, þú veist, bjóstu við þetta er það hefðbundið DJ-sett. True. Who are you? Þú veist, ég ætla að segja bara, haltu áfram því sem þú ert að gera, elsku Björk, og ég held með þér, sko. Sérstaklega eftir ég heyrði þetta DJ-sett síðasta sumar, það var æðislegt. Það var bara rosa flott hjá henni, sko. Þétt? Nei, þetta var bara alls konar. Okay. En það var stígandi í því og það var það sem ég kunni að meta. Okay. Og en málið er bara það og ég sá það líka sko að vísu var þetta sett eða svona þetta var svona pop-up DJ set í smekklausu, ógeðslega gott veður, þetta var hann í garðinum, gamla hjarta torginu á því svæði þarna, já. Sem að góðvinur mig kallar hjartastopp, hann er svo óanaði með þetta. Skilur það, hjartagarðin var hann geggjaður. Hjartagarðin var æði, hann kallar þetta hjartastopp. Anyway, þetta er þar og og þetta var æðislegt og svo bara einhvern veginn, þetta var rosalega langt DJ set, svo hugsaði ég, þú veist, Björk geti raunverulega spilað bara, þú veist, það geti sko verið rispuð plata, hún myndi ekki taka eftir, en fólk væri bara, já, þú veist, þessi eiginlega skipti ekki máli, af því að fólk var bara svo ánætt með hana og sjá hana spila, en ég var samt að hlusta á tónlistina og ég var ánægð með það, en þú veist, fyrir einhvern sem ætla bara að koma og hlusta og heldur hans ég bara hlusta á DJ, þá skil ég alveg mögulega að, þú veist, viðkomandi, en ég held að veit ekki hvað hann var að spila, en málið er bara það, ég ætla að taka þetta, og ég ætla að segja þetta. Mér finnst, og þetta er ástæðan okkur, ég er svolítið búin að draga í land með að DJ-a, að mér finnst svolítið landslagi hafa breyst og mér finnst svona, sko, ástæðan okkur ég byrjaði að DJ-a var af því að mér langaði að, sko, náttúrulega bara áhuga minn á tónlist og mér langaði að, og ég lagði rosa mikinn tími að finna lög og setja saman DJ-sett, þú veist, og ég keypti því, ég safnaði mig fyrir plötuspilara, 2 plötuspilarum og mixer og ég lærði að beatskipta sem þýðir að láta lögin blandast saman og þú veist, og ég lagði mig fram og ég setti einhvern veginn allt mitt í þetta og þú veist, fyrir mér er þetta listgrein, skilurðu, en með þróun tækninar sem er svo sem, og ég er ekkert að setja út á það, en með þróun tækninar og öllum þessum forritum, þú veist, getur hver sem er orðið DJ og kalla sig DJ, skilur, og það er bara staðan sem gerir það verkum að það er svolítið svona útþynning þetta er orðið svolítið útþynnt hugtak að vera DJ. Ég skilja. Og ég myndi frekar, þú veist, og hvað er DJ í dag, skilur, þú veist, og síðasta skipti sem ég spilaði, ég ætla ekki að nefna staðinn, en það fann ég að það var orðin svolítið breyting í því líka hvernig fólk var að haga sér varðandi óskalög. Reyndar er Ísland sér á báti með það að biðja óskalög og ég er með algjört ónæmi fyrir því. Ef þú vilt raunverulega fá mig til að detta úr stöði, endilega kontu spjalla við mig og byttu mig óskalag, skilurðu. Nefn það eigi við stað og það eigi við stund og það sé við hæfi sem það er sjaldnast. Það verður bara að segjast eins og þess. Okay. Og síðast því ég var að spila, þá, að því að nú hafa, þú veist, að því ég er búin að vera lengi í bransanum og það hafa bara átt sér stað kynslóðaskipti eins og er á djamminu. Já, klálega. Og nú er bara, já, þannig að þetta var bara svona hópur af fólki, ungu fólki, sem kom til mín og það var bara að tala við mig í boðhætti þetta kvöld, einvörðungu og bara spilaðu dubb. Og ég hafði ekki undan því að senda fólk heim að hlusta á bylgjuna eða senda fólk heim í bara að, þú veist, bara að horfa á YouTube, skilurðu. Okay. Og ég meina, þú veist, það er fólk að koma sko með símana sína og segir, geturðu stungið símanum í samband og spilað úr símanum mín. Það er galið. Veistu, Ólífstur, þetta var síðasta gigið mitt, veistu, ég horfði á, veistu, mér blöskraði svo, það gekk fram að mér svo, ég sagði bara, veistu það, nú segi ég stopp og ég tók úr sambandi og ég sagði, ég er ekkert viss að ég sé að fara að spila aftur eða þú veist, ef ég ger það þá verður það undir mjög sérstökum kringumstæðum. Okay. Skilurðu mig. Og
fæið sem að ég þú veist, tel mig tilheyra og taldi mig tilheyra þú veist, ég er ekki að sjá neina samnefnara þar nema hjá örfáum í dag og ég vil meira meina að staðan í dag sé að fólk sé sko ég veit ekki hvað þetta er hreinlega en já en ég er alveg samanlega að það er kynslaðarskipti sko já en ég allavega get ekki lagt blessun mín yfir þetta eins og þetta er svona sko okay. þannig að ég fagnaði þegar Björk brýst út fyrir ramman og prófar að gera eitthvað nýtt skilurðu, okay. af því mér finnst að það er það sem að sko góður plötusnúður á að gera hann á að kynna fólki fyrir nýrri tónlist þú veist, hann á að fara með fólki sem er mætt á staðinn í eitthvað ferðalag það er allavega það sem ég geri og reyna að gera í mínu DJ-settum og þess vegna er ég að hérna, þú veist, þú veist, ef þú vilt fara að hlusta á eitthvað svona sem að, ekki það, þá bara ferða á þannig staði, en ég samt að segja að hérna, og afleiðingin er svo held ég að við getum ekki boðið upp á svona DJ-mennsku er að það er ekki en klúbbur hérna, það er ekki en klúbbur, við erum að keyra þetta allt á barsölu sem ég skil og þetta er afleiðingin, skilur vá hvað ég komin eitthvað djúpt og langt út í þetta en hér eru við en náttúrulega Ratari-klúbbur fyrir bara með Ratari-klúbbur og þau eru að gera allt rétt sjárátt á Ratar, sama á krakkana þau eru að gera allt rétt hann er nýtilkomin ég dreg allt tilbaka með það já. En það er líka bara hann er æðislegur en það er líka bara ákveðin tegund sem er í gangi það er fólk að vanda sig ég legg blessun minni við það þú veist, og ég myndi spila þar nema bara, fólk vil alltaf vera að djamma svo seint ég vil vera snemma á ferðinni þú veist en hvernig finnst þér það að tekno er alveg ógeðslega vinsælt núna? Elska það, okay. Ég elska það finnst það, hérna, ég bjóst ekki við því allt í verið bara, wow, tekno er alveg bara the shit ég elska það er bara, þetta eru bestu fréttir bara síðan djamleikurinn kom á hérna mjög góða fréttir ok, vá, ég fór djúpt út í þetta bara Guð blessi alla og öll ykkar sem vilja hafa gaman og ljós og línuna heyrðu, kann kvikmyndaháttíðin er í fullum gangi það stemma og vinkonur okkar eru þar, samstagskonur þínar já, passar ertu búin að sjá eitthvað hvað er að gerast þarna í Cannes? Bara svona brot ég tók eftir í að Kate Blanchett, vinkona okkar já. Hún var í hérna kjól sem var hérna með palestíska fánunum sem bara geggja ótrúlega svona subtle en samtali did the trick beautiful og rosa flott að henni talað vandaðan einstakling Kate Blanchett svo vönduð og flott hún er vönduðust sko en sko ég las eitthvað í morgun það að Ghibli Studio fekk verðlaun Ghibli teiknumyndastúdíó stúdíó Ghibli þau fengu verðlaun og þau fengu aðverðunin, er það ekki rétt? Það er bara fyrst skiptið hvað áttu við, Óli minn? Nei, hátíðin er ekki búin Nei, en ég meina það eru margir flokkar, þú fari ekki eitthvað verðlaunin, það er bara verðlaun í flokkum þú hafa væntanlega fengið ég finna þetta Óli minn, já, okay. Þú getur ekki bara að byrja svona af því að ég er að segja sko, þú veist það eru flokkar fyrir bla 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 Ghibli Studios hefur væntanlega fengið það fyrir animated eitthvað þetta var eitthvað svona studio has never got this reward before ok meðan þú ert að finna það þá er leikona sem að ég bara er mjög ánægð með í alla staði fyrir utan þegar hún eyðilaði næstur á þessi andlitið með hérna lítaaðgerð og sem hún leit út eins og bútasaumsteppi sem betur fyrr var það afturkallað hún elsku Demi Moore mín hún er mætt og var mætt á rauða dreigilinn hún lítur svo vel út hún er ekki búin að koma hann í 25 ár kynna nýja kvikmynd The Substance sem er stöfur að geggjuð og það veist var hrollvekja og það fólk stóð í 13 mínútur og klappaði 13 mínútur það er ógeðslega langt og bara geti fengið klaka fyrir lóana eftir þetta sko 13 mínútur hún er með mega comeback sko fólk er að tala comeback og leiksigur hjá Demi Moore ég ætla að óska þess já, svo erfitt með hrollvekjur en ég hugsa að ég þurfa að horfa á þessa mynd gegnum svona lítið gat ég held að sé eina leikkonan í þessu eða eitthvað þannig þetta er eitthvað þannig mynd
eða eitthvað annar með henni eða eitthvað svona, hún er bara Hún er aðal, hún er augljóslega. aðal og gerst bara einu stað held ég það er ekki komin trailer eða neitt þannig fyrir þetta Óli, það var verið að sína myndir Ég og hún veit fekk það, ég veit 13 það, ég veit mínútna það. lófatak Nei, 13 mínútna ef að myndin er komin, Óli Nei, ég er að tala um trailer, Natalie það hlýtur að komin trailer Oftast ekki, mér fórst að ég sé trailer sem myndin Já, whatever Herru, sjáðu hérna, Studio Ghibli awarded the honorary Palme d'Or já, ok honorary Palme d'Or já. En Palme d'Or heiðursvelunin í ár en Palme d'Or er aðalvelun, eða ekki? sko, málið er að velun sko, Palme d'Or er verðlaun sem hún færð Palme d'Or er sko gullpálminn Já, gullpálminn gullpálminn í mörgum flokkum en þau eru greinilega að fá honorary Palme d'Or sem sagt heiðursstyttu þannig að vera heiðraði fyrir þeirra framlag væntanlega til kvikmyndagerðar verður það stendur hérna í greininni að stúdíu hefur aldrei hefur unnið þessi verðlaun á þetta fyrsta sinn sem stúdíu vinnur þetta flott Ertu anime típa? Nei Nú Mér finnst alveg gaman að teiknumyndum en ég er ekkert eitthvað anime eins og fólk er svona deep inside sko en ég veit af þessu og þú veist mér skemmtilega að horfa með börnum að fá svona skiluru þá horfi ég á teiknumyndir og svona aðalega ekki það að þegar ég detti mér á góða teiknumynd þá alveg elska ég það eins og þegar ég horfði á myndina upp Guð það er svo góð mynd Ertu að grínast, ég hef aldrei orðið fyrir svona miklum tilfinningasveiflum á stuttum tíma ég bara hló, ég grét ég fór bara tilfinningaskalan og þú veist þetta var bara byrjunin á myndinni ég mæli með henni upp þetta er gamall maður, ungu drengur og blöður Býð ekki mér sko, hljómaskringilega en hítið á play og þið bara sem mun ekki sjá eftir því sko búslega falli mynd en ég er að segja Já, ég skilji þú veist, þar átti ég alveg góða stundir sko Þú ert ekki eitthvað ein heima hjá þér bara eitthvað búm, núna ætla ég að horfa á Cinderella Jú Ef var stemmingið fyrir þig Jú, ef það er góð mynd sko það er nefnilega orðnað svolítið góðar þessar teiknumyndir núna sagan alveg solid, þegar hún er solid þá er hún solid, mikið lagt í hana grín og gaman ég er núna komin á það, Óli að allt svona sjónvarp sem ég er að horfa á það þarf að vera í léttari kantinum svona með að við hvað þú veist, það eru erfiðir hlutir í gangi í heiminum skilur, þú veist, á öllum vikstöðum þú veist, maður opnar fréttir og maður er bara eins og maður fá ofbyrgt í augun, þú veist, það eru erfiðir hlutir þú veist, þjóð og land og ríki og bara allt er einhvern veginn að gliðna í upplausn og þú veist, og þá verði ég að fá eitthvað svona fallegt og eitthvað svona jákvætt inn á milli, maður verður að svona þetta gleypir mann ekki sko erum við ekki sammála þar? Ég sammála þar en ekki gleyma málstaðnum ég mun aldrei gleyma málstaðnum og ég gleymi honum svo sannarlega ekki enda er það erfitt og málstaðurinn er alltaf djúpt í mínu hjarta en á sama tíma verði ég að passa upp á lundina af því ég er ekkert gagn fyrir málstaðinn ef að lundin er neðst ég þarf að halda lundinni réttu megin við strikið og hvernig ger ég það? Með því að passa upp á góðaskapið, með því að passa upp á að drekja mér ekki í þú veist, að því að jú, vissulega er þetta erfiða fréttir, veistu hvernig ég gera þetta, Óli? Hvernig gerir þetta? Ég gef mér glugga, ég veit ekki hvort ég hef sagt þér þetta áður, en ég gef mér bara, afmarkaðan tímaglugga per dag, að því allar fréttir eru frekar neikvæðar, skilur við? Frekar, 99,9% eru neikvæðar, svona venjulega fréttir. Já, og þú veist, að því maður vill að vissulega fylgjast með, en ég gef mér glugga sem verður alltaf minni þar sem ég bara svona kíki yfir skima, sumt og svona líti yfir og bara ok þetta er ennþá jafn slæmt og í gær ég skil, ég veit, ég áttam á þú veist, og svo bara loka ég þeim glugga og svo fer ég út í daginn og reyni að frekar að gera þú veist, og þú veist, að því maður getur gefið af sér á svo marga vegu þú veist, og maður getur sendt út jákvætt, maður getur verið bara góð við náungan, skilurðu, maður getur gefið í alls konar hjálparsamtökum, maður getur lagt, þú veist, ef maður hefur orku og tíma, einhvern veginn tíma sinn og orku og vinnu, einhverju málstæði í lið, en á þess að vera að drekja sér í neikvæðinni og liggja inn á þessu, held einhvern veginn að það sé ekki gott fyrir andan. Svo sammálaði, Natalie. Því miður.
Ekki því miður, þetta er bara þú veist, það er bara það er mín niðurstaða, þannig þannig þú veist, ég er ekki að drekka mér í einhverju svona hrollveikju eða svona þunglindins, meiri segja, ég ætlaði að byrja að horfa á eitthvað þátt og það var svo mikil sepíutónn yfir þessu og ég var bara, næ, sepíutónn? Já, svona grá, þú veist, það var bara sepíutónn, það verður að vera bara mikil, litapalettan þarf að vera góð, sko, ef ég á að geta horft á þetta. En ekki sepíutónn? Ekki sepía, ekki fyrir lundina. Sepía hjálpar ekki lundinni. En talandum, það er búið að, ég veit ekki hvort það hafi komið lund að gera, en við erum með follow-up á Steve Buscemi. Já. Af því að við erum að tala um þetta, sko. Ég held þetta að hann var kýldur daginn. Já, við tölum þetta í síðustu þetta. Já, en nú er búið að finna mannin. Það er búið að finna mannin og... Veistu hvað meira um þetta? Það er búið að kæra hann fyrir $50,000. Okay. Hann þarf að kaffa $50,000 fyrir að hafa kýlt Steve Buscemi, sem er það minnsta sem að getur gert þessi maður. Það kýlar enginn Steve Buscemi. Þannig að bara á enginn að kýla neitt aldrei. Já, það vonum bara að þetta verið fordæmisgefandi. Já, klárlega, sko. Þú veist að tala um það var fólk að kýla mann og annan bara í New York. Ég veit það. Ég er að segja, ég vona að þetta sé fordæmisgefandi. En sko með þetta, þú veist, að því að hver gerir svona, ef einhverjum líður vel í hjartanu og einhver er bara ok með sjálfan sig og situr vel í sér, það er ekki að fara að kýla einhvern gæja eða gæla út á götu. En voru ekki að tala um það eftir COVID þá fólk svona pínu misti það, eða ekki? Hver? Voru við ekki ræðið þetta? Þetta voru getgátur. Auðvitað við vorum bara að spekulera. Algjörlega, bara, já, ok. Ég er með jákvæða fréttir. Bring it on. Góðvinur með Tómas Tómasson á búllu, hamborgar á búllu Tómasar. Þeirra veitingastaður og staðir, þeir voru valdir númer 10 í röðinni sem besti borgar í Evrópu. Halló, geggjaði borgar, ég fekk mér þess að einn í fyrradag. Í alvöru? Ég langar bara óska innilega til hamingju. Tómas, númer 10 í Evrópu. Já. Af 50. Vel af sér viki. Og þetta er sem sagt ferðavefurinn Enjoy Travel. Og þeir hafa farið greinlega alla Evrópu og kynnt sér. Ég sko fæ aldrei nóg af búluborgarum, mér finnst það svo ógeðslega góðir borgarar. Og Shaken. Já, Shaken, já. Geggjaðir. Þeir segja að lykillinn sé hráefnið. Fyrir allir peningin, er það hráefnið? Og þeir eru ekki að flækja þetta, bara gott hráefni. Besti borgarinn var í Vínaborg. Ok. XO Grill. Ok. Staður sem svona pop-up staður sem að byrjaði í COVID. En býtu, er ekki búlarnir komið til Danmörku? Jú, London. Og London Town. Fullt og hvað Svíþjóð ekki eitthvað? Þú er ekki að fara með það. Ok. David Beckham er rosa ánægður með búluna. Já. Hann er smekkmaður. Bara til hamingju, Tómas, segi ég bara. Ég er bara innilega til hamingju. Innilega til hamingju. Já. En það voru erfiðar fréttir úr Vestanhafs Óli. Ok. Og við þurfum að ræða þetta. Ok. En fyrir helgi þá kom á internetið myndband af Puff Daddy sem að sýnir hann og hann er búinn að vera núna við erum búin að ræðum hann er rappari, hann er hvað heitir hann fullu nafni? Sean Combs, já. Sean Puffy Daddy Combs og hann er búinn að vera stórtækur í sínum bransa. Það er búið að kæra hann fyrir alveg virkilega alvarleg brot bara gegn mannkyninu og hann er núna það mál er í rannsókn en það kom myndband af honum vera að ganga í skrokk á kærustunum sinni þá Cassie á hótelgangi og þetta er bara þetta er alveg ógeðslegt vídeo, Óli. Ég sá þetta vídeo ekki, reyndar. CNN var að birta þetta vídeo, Óli. Akkur fór þetta alveg fram hjá mig. Ég sá bara vídeo þar sem hann var eitthvað, ég byggðist almenningar, ég byggðist glápir. Já, og svo kemur hann fram og byggðist afsökunar. Ég held nefnilega að þú hefði séð það vídeo. Nei, ég sá nefnilega ekki. Þetta er ógeð. Þetta er svo Veistu hvað ég hugsaði því ég horfði á þetta vídeo? Hvað? Ég hugsaði, þú veist, mér líður eins og ég sé að horfa á myndinum Tina Turner. Það var bara Ike og Tina Turner all over again. Það var ógeð. Veistu það, þessi mann, þetta ógeð skítseiði vægasagt, þetta var alveg algjört Ike og Tina Turner moment, inn á þessu hótelherbyggi. Ok. Ok,
hún er alltaf búin að kæra hann margoft og búin að margoft segja bara þessi gæi er viðbjöður og það hlustaði enginn á hana. Svo kemur þetta vídeo og hann kemur með eitthvað umulega afsökun þar sem hann er mjög bólginn í framan sem segir manni bara eitt að því að bólgan lýgur ekki. Bjúgurinn lýgur ekki og hann eitthvað fyrirgefiði og bara ég er búin að leita mig hjálpar og bla bla bla. Veistu það? Nei. Þú ert augljóslega ekki búin að leita þig hjálpar og ég trú ekki orðið sem hún segir. Ég trú ekki orðið af þessu vídeoi. Ég trú ekki orðið. Svo kemur Cassie, konan, og segir bara, veistu það, þú mannaskíturinn sem þú ert, bara nei, ég trúi þér heldur ekki. Það trúði hann enginn, sko. Hún sagði bara hann er búin að neita fyrir þetta allan tíman. Hún hélt þessu fram og hann sagði allan tíman, hann gaslætaði hana og sagði bara, þetta var lygi, nema nú er búið að birta þetta og það sem verra er Óli Hjörtur, hann borgaði það er búið að leka þessu vídeói að því hann vissi af þessu vídeói skal enginn segja mér þetta sé einu hóteli í heiminum þar sem að þessi atburður átt sér stað, skal enginn segja mér það hann borgaði þessu hóteli ógeðslega mikið pening til að fá þessu upptöku svo hún myndi ekki fara að flakk. Það sem er líka mest disturbing við þetta er að svo er fólk að setja þetta í tímalínu. Hann er hjá Ellen, hann er hjá Wendy Williams sem er svona þáttastjórnandi í Bandaríkjunum sko dögum eftir þetta, bara mjög stutt eftir þetta, það sem hann er bara eitthvað já, bara Cassie kærasta mín verður svo ekkert verið sjálfsara hann er svo mikið eftir mér hann hefur bara reiknað þetta allt saman og bara komið sér fyrir til að koma sjálfur sér vel út. Hvað áttu við? Nei, ég meina hann er bara einn að koma sjálfur sér vel út. Nei, Óli minn, það sem ég er að segja er að sko hann er að reyna að koma sjálfur sér vel út. Ertu ekki með það? Þess vegna fór ég öll þessi viðtöl. Nei, það er ekki það sem ég er að segja. Það sem ég er að segja er að það er náttúrulega augljóslega vissi enginn af þessum barsmíðum þá. Hann aftur á móti fer í viðtöl af því að hann er frægur og hann er að gera alls konar. Þar alveg fer hann í viðtöl. En það sem er núna verið að gera, Óli Hjörtur, og taktu vel eftir, það er verið að taka núna þessi vídeo og setja saman í tímalínu til að sína og útskýra hvað mann hann hefur að geyma, fattaru. Þannig að stuttu eftir að hann er búin að ganga í skrokka konu, þá verðandi kærustunni sinni, kemur hann og er að tala hana bara eins og, þú veist, að hún sé yndisleg og einhvern veginn lætur og hvernig hann er að hegða sér í kjölfarið bara 2 dögum eða bara mjög stuttu eftir þessa árás sem að hann er að fremja, hvernig hann er að haga sér út á við, það er það sem er verið að setja í tímalínu og sína. Ég er að lesa það. Skilurðu? Hún er rosalega disturbing. Það eru virkilega. Hvað fannst þér þetta? Þú náttúrulega varst ekki, ég held að þú væri búin að sjá þetta vídeo. Ég er ekki búin að sjá þetta vídeo, ég sjá þetta lame ass apology vídeo, þarna þetta þrótt sem hann gerði hvað í gæra, nei, fyrir dag. Sendi það út á Instagram. Ég er bara eitthvað, fuck off. Hann er bara lame ass og hann var ekkert gott skilið. My take. Nei, sammála. En það voru samt jákvæða hluti líka að gerast. Ásdís Rán, hún bauð öllum forsetaframbjóðendum í galaveislu helgina. Hvar? Á einhverju stórglæsilegu hóteli sem ég veit ekki hvað heitir, en eitthvað af þessum nýju hótelum. Og mér finnst þetta svolítið flott hjá henni. Mjög flott. Galakvöld. Og Galaveisla. Og þessi bauð frambjóðendum og mættu ykkur. Fylgir það sögni? Mættu öll. Nema Baldur og hann komst ekki, en Felix komst og einhver einnig viðbót. Og hún, mér fannst hún svolítið cool, sko. Hún eitthvað, já, forseti þarf að bjóða og halda galaveislur og hún var svolítið bara að leggja línurnar og segja bara, ef einhver kann halda veislu, þá er það ég. Steinun Ólína söng og hún er bara svolítið svona að þétta hópin. Mér finnst þetta ekkert smá flott hjá henni. Varstu búin að sjá myndir af þessu? Því miður, nei. Þetta fór líka algjörlega frá mér. Já. Ég er bara að segja. En mér finnst þetta geggja. Ég held, allir mættu nema Felix kom fyrir Baldur. Þetta er flott. Ég er mjög ánægður að heyra þau. Það ekki? Jú, mér finnst þetta geggja. Rauður dregill. Fyrst það er ekkur kannalda partí, þá er það hún Ásdís Rán mín. Hún er svolítið að leggja línurnar og segja bara. Hún er alveg bara svona, what up? Já, svona smá að láta til sín taka. Af því að þú veist, þú þarft að geta og þú þarft að taka á móti alls konar fólki og þú þarft að kunna halda veislu og hún bara mætti þarna sýndi og sannaði að hún kann svo sannarlega að halda veislu, sko. Mér finnst það svolítið gaman. Hvað varst þú að tala, að segja mér frá með einhver góðgerðarsamtök sem að
góðvinniðin er Harry, ég ætla að segja Styles, Harry Prince og hvað varst að segja mig frá því? Hertu að Meghan og Harry Meghan og Harry, þau eru í hot water segðu mér þau eru ekki búin að vera í borgarskattinum í Kalifornía og það er ekki búin að koma inn í greiðsla eru þau ekki búin að vera að borga skattin? Þau skulda en sem einstaklingar sem bara fyrirtæki þeirra sem fyrirtæki þeirra þau eru ekki búin að standa í skilinu sín í febrúar í fyrra engin greiðsla búin að berast og fólk eru alveg pínu bara jæja, núna eru þau farin að borga pínu búin að fá nóga en ég skil ekki eru þau ekki búin að já, en ég bara því að mér langar að þú skýrir þetta eins út fyrir mér að því að þú veist að segja góðgerðarsamtök eru góðgerðarsamtök ekki búin að borga skattinum eða eru góðgerðarsamtökin ekki búin að borga þeim þau eru skráð brotleg núna og þeim meina að safna eða eyða peningum góðgerðarsamtökin og sem er í eigu þeirra af því að þau eru ekki búin að borga skattinum þau eru þetta er ekki kannski betið skattur þetta er ársreikningalög ég myndi halda að skattunum væri það líka en eins og góðgerðar er ég ekki svolítið að ruglast góðgerðarsamtök þurfi ekki að borga skatt ég myndi halda að skattalöggjöf er mismunandi eftir hvar við erum stödd en það kemur mér ekki óvart samtökin fyrir 2022 bara að gera long story short þá er samtökin komin í 100 milljóna króna tap dollara góðgerðarsamtökin fyrir hverju voru það að safna eiginlega? Kemur ekki fram, ég veit það ekki þetta er Archwell þau stofnuðu árið 2020 í COVID er það ekki nafni á síninu þeirra? Jú, held það ég veit ekki betur en þau með ekki eyða pening og þau ekki staðið skil og núna er bara ekki, núna verður það að fara að borga þau fengu núna aðverðu núna í maí að þau væri brotleg og þau höfðu þessi skatta þess að fyrir ekki sagt ákvörðun og dráttöxti 100 milljónir dollara spáði í þessu hvað finnst þér um þetta? Þetta er ekki gott ég veit það maður þarf að standa í skilum ég veit það maður stendur ekki í skilum ég veit það það fer allt í rautt það bara þá ertu komin að vanskilaskrá ef þau gangi ekki frá þessu reikning þá fara þau að vanskilaskrá í LA það vil enginn 100 milljónir dollara, þetta er rosalega mikil peningur það er mjög mikið en ég væri alveg til að vita við, svona, hvað þau eru að safna fyrir sko. það er nefnilega það sko ég man ekki ég kynnti mér þessi samtök það er svo langt síðan ég get alveg googlað hér nei ekki þetta herðu en þetta var mér rámar rétt það var þetta samtök fyrir mental health eða svona hjálpa fólki andlega heilsu og bara hjálpa öðru fólki sem minna mega sín það er alveg bara þannig en já vonum bara það besta já klárlega en ert þú nú erum við að fara í sumafrjólum já engin svipur, það er bara jákvætt ég veit það er bara jákvætt það er bara mjög jákvætt ætlarðu að þú ætlar að fara til London næsta föstudag 4 daga ætlarðu ekki út á landi í sumar? Mér langar svolítið að fara á Lunga ég aldrei fara á Lunga þetta er síðasta hátíðin þetta er síðasta hátíðin sko. Ég ætla bara að segja Óli Hjörtur ef þú hefur aldrei farið á Lunga þá ætla ég að segja farðu af því að ég hef farið á Lunga og þetta er bara með því skemmtilega sem ég hef gert Varstu ekki að spila eitthvað tíma á Lunga? Ég meiri segja hef spilað á Lunga og ég man meiri segja að ég var að fyrsta skipti sem ég fór á Lunga þú veist þá mitt að því ég er svona frétta sjúk og ég mani mitt að þá á því tímabili var ég bara búin að liggja í fréttum af því að það er ekkert best, það er alltaf bara slæma fréttir og ég var svona smá búin að missa trú á mannkyninu ég var bara, það eru allir ruglaðir heyrðu, kem ég austur og Seyðisfjörð kem á Lunga og sé allt þetta fólk og sé allar þessar lista dúllur að dúlla yfir sig fekk aftur trú á mannkyninu og það er bara fæst í aukana síðan þannig að það Lunga þakka að þú fegst það byrjaði aftur þar, það var svo ótrúlega gaman og það var allir svo jákvæðir og skemmtilegir og þetta var það skemmtilegst sem ég hef gert og svo stuttu setna var ég beðin að spila og það var fáránlega skemmtilegt var ekki Gus
anyways, það var allavega fullt af skemmtilegu fólki þar og þetta er það skemmtilegast sem ég hef gert með því skemmtilegra, þannig ég segi ekki spurning og mér er ekkert smá leðalegt og ég skil samt alveg að allir góði hlutir þurfa að taka enda eitthvað tíma. Klálega. En ég skora á þau að fara sérstaklega að þetta er síðasta hátíðin sko. Þetta er æðislega hátíð. Er þetta ekki búin Seyðisfjörður líka? Gaman að koma þangað. Bær, æðislegu bær. Og hérna, ég held að þetta sé 10. og síðasta sinn. Ég held að það sé fyrir 10 hátíðir. Mér rámar að sé að vera það. Ekki með það á hreinu. En við vonum að það sé sól, af því ég veri líka þegar það er rigning og talandi sko, monsoon, það var rosalegt sko. Það var líka gaman, en ég get alveg samt sko sagt þér að það er skemmtilegra þegar það er sól sko. Absolutt. Við gleymum líka minnast á það var náttúrulega Skjaldborgar heimildarhátíðin var núna helgin og Hrund vinkun okkar var með verki vinnslu sýndi þar. Það. Skjaldborgar og Patreksfirði, það sem ég og ættir að rekja. Og Árni Sveins vann. Og Andri Freyr Viðarsson með myndinni sína Johnny King. Hvað er Johnny King? Hún hún fjallast þennan mann Johnny King sem var kúriki norðursins eða kallað kúriki norðursins. Var hann söngvari? Já, svona kúrika söngvari eitthvað þannig fjallast lífið hans. Ég hef ekki búin að sjá hana, hún var bara glæný. Já. Og síðan myndi sem sko þeir unnu áhorfandverðlunin myndi sem vann verðlunin víst geggju, mann einhvern heitir Fjallið öskrar, Rámar heitir fjallið Snjóflóð í Súðvík og víst alveg bara rosa átakaleg en mjög góð alveg bara rosa góð. Æðislegt. Þannig að þetta kemur alltaf í bíópartís í haust. Þetta kemur alltaf í bíópartís í haust. Æðislegt. Þá bara hlakka til að sjá allt svo gaman að sjá heimildarmyndir. Síðan það myndi göngin sem fjallaði þessum graffiti-menning á Íslandi sem var vist geggjuð. En gaman. Þetta er æðislegt. Já, meðmæli. Talandi meðmæli, ertu að horfa okkur skemmtilegt? Veistu það, ég verða viðurkennilega, ég er búin að horfa neitt skemmtilegt undanfarið. Ég er búin að vera alveg þar. Segð þú mér frekar. Sko, já, ég er með meðmæli. Bring it on. Manst þú eftir heimildamynd af þáttunum The Jinx? Robert Durst. Það komið framhald, en ég spurði þig, sástu númer 1? Ég sá þetta var rosalegt. Þetta var nefnilega rosalegt. Og það sem ég ætla ekki að spoila, ef að ykkur er svo heppin að eiga þetta eftir, þá ætla ég ekki að spoila, af því að þetta er held ég rosalegasta, þetta eru áhrifamest og rosalegustu svona heimildamynda þættir held ég sem hafa verið gerðir. Af því að það eru bara svo svakalega hluti sem koma að ljós. Nema hvað, season 2, Jinx, það sem að raunveru bara beint framhald af því að það kom svo mikið svakalega hlutum í ljós í númer 1 að nú er Jinx komið season, önnur sería. Og er þetta sjokkrandi? Rosalegt. Okay. Þetta er öðruvísi en þetta er framhald og ég ætla bara að segja já takk fyrir kærlega, það er komin 5 þættir, ég held þetta væri búið eftir síðasta en nú er eins og það sé, ég þarf alveg að skoða eins og að vera að tísa í fleiri, þetta er rosalegt. Já, þetta er rosalegt. Þannig að ég ætla að mæla með The Jinx season 2. Já. Það er alltaf gali því maður bara hvernig season 1 enda ég bara fuck. Það er nefnilega heila málið og út af hvernig season 1 endaði eins og ég segi, ég skora á fólk að við séum að tala þetta svona en ég skora á okkur að horfa The Jinx og þakki okkur setna af því að þetta er geðvegt. Ég hef aldrei fengið mikla gæsahúð. Erum við ekki alveg sammála? Við erum alveg sammála því Það var rosalegt. Ég kláraði seríu 1 bara held ég bara 1 nótt eða eitthvað. Þetta var þannig. Gott ef ekki. Oh my god. Gott, allavega, ég var að fara eitthvað annarkvort út á land eða til útlanda ég var allavega að fara í flugvél ég var byrjuð að horfa á þetta og ég var bara, ég get ekki sofna ég var að klára þetta var bara, ég átti bara í stökustu vandræðum að halda mér vakandi á flugvéllinum, út af því ég var að jinxa mig í gang. Heyrðu, þetta er mín meðmæli. Ertu með eitthvað meira sem þú vilt ræða? Herri, mér langar ég reynda með ein meðmæli, bara örstuð. Það er ein mynd sem er að byrja í bíópartís 30. maí sem heitir Passages. Hver leikur? Queer film. Queer. Hýr kvikmynd. Já, en maðurinn sem leikur aðalhlutverki sem hýr smá toxic, fjallast svona toxic samband. Hann giftur manni, heldur fram hjá með konu og skandalós, þannig að upphef svona atburður og svona rosa hæg
en rosa góð. Ég man ekki hvað leikarinn heitir. Hann er rosa flottur. Man það ekki því mér. En Passages, 30. maí Bíóparadís, mælum með. Takk Óli minn, þetta er komið meðmæli. Þá erum við komin í afmælisbörnin. 15. maí. Brian Eno, tónlistarmaður, 78 ára gamall. Mér langar óskonum innilega til hamingju. Og bara thank you for the music. 16. maí, talandi music, Janet Jackson. 58 ára. Ég held að hún sé að byrja aftur að syngja og ég held að hún sé að byrja aftur að syngja og ég held að hún sé að fara á túr. Mér fannst þess að því ég horfði á heimildmyndunum hana að hún var bara hætt öllu. Aldrei segja aldrei. True. Hún er geggjuð, sko, ég elska hana. Já, ég nefnilega líka. Megan Fox, 38. Hún er ekki búin að vera neitt í undanförnu. Hún er bara alltaf búin að vera með hennan kærasta í eftirdrægi sem að gengur ekkert. Og ég held að hún sé loksins búin að losa sig við hann. Og ég held að sé bara eitthvað bjart framöndan hjá henni. Og ég held við þurfum að senda henni ljós. Við sendum ljós. 38 ára gömul. Pierce Brosnan, 71. James Bond. Heyrðu, það var birt mynd á honum. Og svona eru fréttir og svona þarf maður að passa sig. Það var birt mynd af Pierce Brosnan þar sem hann leit út fyrir að vera bara á leiðinni í eitthvað skona líknandi meðferð. Hann leit bara rosalega illa út. Og ég var bara, guð? Og bara, Pierce have really aged, looking really bad. Svo bara, og þú veist að það var fréttin og mynda honum. Svo bara kemur upp á durnum og hann er að leika, hann var í sko gerfi og hann er að leika í kvikmynd. Svo róum okkur krakkar. Ekki trú allir til að lesi, 71, við vitum ekki hvort hann sé alltaf eins, af því þetta gerfi var mjög villandi. 17. maí, Enya, 63. Mér langar bara að segja, ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað. 63. Hvernig er það þegar þú heyrir lagi Sail Away? Sail away, sail away. Það er nefnilega eitthvað. Kviknar eitthvað í þér? Það er eitthvað tókstreita þarna. Og ég áttum ekki á hvorum einn við línuna ég er. En ég meina, þar að leiðandi sendi ég bara ljós. Ég er bara reisjós. Hvað er hún gömul? 63. Flottust. Já. 18. maí, þetta er einu mínum uppáhaldsleikonum. Grínkona mikil, Tina Fey, 54. Geggjuð. Mér finnst hún það. Hún er orðið að taka yfir SNL, eða Saturday Night Live. Að vera bara yfir öllu saman. Og það er stórt. Sko. Já. Men ég man ekki hvað hann heitir sem er búin að vera með Saturday Night Live undanfarið. Hvað heitir hann aftur? Anyways, hann er að fara að hætta og það er eitthvað orðað við það að Tina Fey sé að fara að taka yfir. Sem er bara geggjað. Já, bara flott. Ókei, skemmtilegt. 19. maí, Grace Jones, Íslandsvinur, 76 ára gömul. Hún er svo flott. Hún er æði. Æði. Hvenær kom hann til Íslands? Var ekki 84 með Dolph? Talandi Tomma, hann flutti hann inn. Flutti Tommy Grace Jones inn? Já, hann var að syngja á skemmtistanum hans. Þess vegna kom Dolph Lundgren með henni. Var ekki Hollywood? Eða var það Broadway? Hann var ekki með þessa staði. Borgina held ég. Skuggabar? Eða hvernig þannig? Þetta er alveg langt síðan, sko. Þess vegna kom Dolph hingað. Þau voru saman á þessum tíma. Hún er svo flott, ég elska hana. Hún er svo geggjuð. 20. maí, söngur hann Cher, var 78 ára gömul. 2 turnar. Hún lítur svo vel út. Hún lítur út eins og sé 30. Já. Og sko ekki feill. Þú veist, hún lítur bara svo ógeðslega vel út. Hún er auðvitað sjálf sig, sko. Hún er geggjuð. Já. Hún náttúrulega vill bara deyta gæjar sem eru sko 40 árum yngri. Because she can. And who gives? Er ég að dæma það? Ég bara segja, þú veist, þetta sem hún vill og ég bara ljós. Rísa ljós, sér. Sami dag var Busta Rhymes, 52. Er það ekki dag? Án ekki með dag? 20. maí. Nú, ég fannst þetta 21. Afsakið. 20. maí, Mr. T, leikari. Hann var svona wrestlingkall. Svo fór hann að leika. Já, passar. En hann er 71, það er svolítið síðan, það er kannski ekki allir sem að vita hver það er. En hann var svona þekktur fyrir með miklu gullkeðjur, miklu áhrifavaldur í gullkeðabransanum. Án gríns. Hann er svona 80s. Hann er 80s. Hann er algjörð 80s. Hvað var þetta línan hans? You're on full Mr. T. Það er svona... Já, hann var með línu. Og sami dagur Davine Joy Randolph, 37 ára, sem er nýstirni í bransanum, fekk Óskarsverðlaunin fyrir leiksin í Holdovers og leikur í Only Murders in the Building. Ég sendi á því trailerinn fyrir season 4. Já, lítur vel út. Hún er leikið því, hún er geggjuð. Hún er nefnilega æði. Hún virkilega er vönduleikuna.
og mér langar að óska henni innlega til hamingju með afmæli. En Óli minn, við erum komin á enda. Við verðum að gefa eitt afmæli sjátt Já, þú ætlar að gera það. Já, núna í dag, hvað, 21. eða ekki? Já, 23. maí á hann, góðvinur þáttarins, Alexander Kirstner, afmæli. Elsku Alexander Kirstner, elsku Alli. Innilega til hamingju með afmælið. Núna er hann í hver að gera að gróðursetja. Já, ég heyrði hans í honum, hann sagði mér það. Já. Yndislegt. Hann er alveg komið svona búri. Flott, þannig vil ég hafa hann, með búri. Heyrði Óli minn. Þetta var æðislegt, gaman að fara yfir þetta með þér. Sömuleiðis. Og góða ferð til London. Farðu vallega. Ángríns. Rósa með mér, hún hugsaði upp á mig og ég hugsaði upp á hana. Þið hugsaði upp á hvort annað. Sólavörð númer 50 og bannað að þiggja drykk frá ókunnum. Meira hef ég ekki við þegar að segja þetta mál. Bíddu. Já. Heldur virkir þessi frá þiggja drykk frá ókunnum fólki? Óli, maður veit aldrei. Natalie. Maður veit aldrei. Þegar framheilin hættir að virka, þá segir maður oft já. Natalie. Óli, þetta er líffræði. Þetta er líffræðin, þetta er ekki ég. Ég er ekki en Óli, 15 ára. farðu vallega og mikið óbáslega þykir mig vænti þig og mikið óbáslega búið að vera yndislegt að vera með þér hérna. Sömuleiðis. Og við sjáumst bara aftur, við munum mögulega sjást í sumar, en við komum aftur hress með fullt af sögum vonandi frá skemmtilegu sumri og bara gleðilegt sumar, Óli minn. Límó, Þangað til næst. Já. Já. Bye.